gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4.-5. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4.-5. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik.
viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar, hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur. Já, góða kvöldið, góði gestir og verið velkomin á í beina útsendingu KA TV af leik Hugins og KA í Inkasso-deildinni. Við erum hér á Seyðisfjarðarvelli og liðin eru að gera sig klár. Já, hér talar einmitt Aðalsteinn Halldórsson, hann Já, kynnir sig ekki með nafni drengurinn. nei, Sjálfur er ég Ágúst Stefánsson og er með honum í þessari útsendingu. Jep. Að renna í gegnum liðin jafnvel. Heimamenn eru þannig skipaðar. Í markinu er Atli Gunnar Guðmundsson. Í vörninni eru þeir Blas og Lalivic og já, ég veit ekki alveg hvernig byrjunliðið hjá þeim er en jú, Rúnar Freyr Þórhallsson er þar og Pétur Óskarsson, Ingimar Jóhannsson, Stefán Ómar Magnússon og Marko Nikolic og Gunnar Vígelund, Stefán Spasic, Orri Sveinn Stefánsson og Ivan Eduardo Nobrega Silva. Lið KA er þannig skipað að í markinu er Sördan Rajkovic, í vinstri bakvörð er Callum Williams og í hægri bakvörð er Hrannar Björn Steingrímsson. Í miðverði eru þeir Davíð og Guðmann Þórisson. Á miðri miði eru Archie, Halldór Hermann og á köntunum eru þeir Júrai Grisey og Almar Ormarsson og í hólunni er Hallgrímur Marr og Elvar fremstur. Hann byrjar einmitt upp á spyrnuna. Já, áhugavert að það var glampasól þegar við mættum hérna austur en hún hvarf einmitt fyrir aftan fjallið bara leið og leikurinn átti að fara að byrja. Já, það hefur verið óskandi að leikurinn farið fram 1-2 tímum áður. Sólin sest fyrr hér á austan. Dómari leiksins í dag er Helgi Mikael Jónasson og honum til aðstofar eru þeir Smári Stefánsson og Gunnar Gunnarsson. En leikurinn er hafinn. KA leika í einkar fallegum rauðum og hvítum búningum. Varabúningur okkar. Já, maður búist erfiður leikinn í dag. Huginn hefur tapað 1-6 þó þessi botnbaráttunni að þeir eru hörkulið og hafa verið inn í öllum leikjum í sumar. Þeir hafa verið að sækja sér veðrið undanfarið og verið gríðarlega erfiðir heima að sækja. Þeir eru Júraði með boltan á vinstri kantinum. Víst ég á fyrir. Tekur varnarmann Hugins á. Gefur fyrir markið og hörku skalli. Elvar Árni Aðalsteinsson í hríðilegu marktækifæri.
Þetta aðeins 50 sekúndur. Já, fínt að fá færi strax í byrjun, aðeins að sýna mennum alvara hérna strax í byrjun, það flott. Já, þetta er erfiður völlur út að sækja, þetta svona út á landi. Þetta svona, hvað maður að segja, baráttu völlur. Ég held að sé ekki fyrir hvert sem að koma inn og sækja stig. Nei, alls ekki. Rækó spyrni frá marki upp á miðju þar sem Elvar í baráttunni skallar hann áfram. Guðmann skallar aftur til Rækó, erfitt að sjá hér. Við erum hér í hliðin á trésstúku Huginsmanna. Já, Rækó náttúrulega þekkir vel hérna til, hann náttúrulega lék lengi hérna á Rustan og þar með alveg þessum velli. Já, hann er legend hérna á Austan. Ekki nokkur spurning. Líka á Akureyri. Já. Callum gefur hann aftur hann á Rækó sem spyrnir frá marki og gefur hann innkast beint til til okkar hérna. Já. Huginsmenn í ágætt stöðu en vel getur Guðmanni að stíga hann út þarna. Já. Hörku skotið markið. Ég verði bara að biðjast fyrirgefningar með nöfnin á leikmönnum Hugins, við erum ekki alveg nógu vel læsir á nöfnin hjá þeim og í þokkabót eru númerið þeirra í hvítu aftan á gulu og svörtu búningana, þannig að það er erfitt að sjá ef við reynum okkar besta. Já, leikmenn Hugins voru nú ansi náldi að fara með öll stigin heim frá Grindavík síðust umferð sem að nú kom nú óvart. Já, þeir voru eiginlega bara óheppnir að ná ekki að loka þeim leik en lá reyndar rosalega á þeim. En þeir eru ekkert að leika sér hérna í fyrstöldinu, þeir eru til að sækja sigra og þetta er lið sem að þetta er alls líkt í kvöld. Já. En byrjunarlið KA er svo sem ekki, það er ekki svakalega óvænt. Alexander er í leikbanni í dag, hann er með 4 gul spjöld. Og er fjari góðu gamni í dag. Það er gaman að sjá að Ásgeir Sigurgeirsson er kominn aftur á bekkinn eftir meiðsli. Verið einn okkar besti maður í sumar. Ekki nokkur spurning. Sóknin er einhvern veginn allt öðruvísi þegar við höfum Ásgeir inn á. Já, hann sér aðeins eitt og það er markið. Hrannar gerir vel og stöðvar sókn Huginsmanna. Gefur hann Elvar í baráttunni þarna við varnarmenn Hugins. Ég býst við að þessi leikur verði gríðarlega mikið stöðubarátta og sennilega ekki fallegt fótboltaleikur sem fólk hefur séð að fara fram hér í kvöld. Það verður bara að játast. Já, völlurinn er líka svolítið laus í sér að menn gætir til smá vandræðum að halda jafnvægi og hafa góða stjórn á bolta hérna. Já, það eru hreinar línur. Við vonum að það hafi ekki áhrif á spilamennsku KLS í kvöld, en bæði liðin eru víst að spila á sama velli, það þýðir ekki að væli því. Ís með hreinsaði innkast. Callum vann skallaboltan þarna og gaf hann fram á Júræ. Já, gaman að sjá líka að það eru yfir 20 gáminn sem var komið inn á austur og það heyrist svolítið í þeim hérna. Já, það er klárlega. Vinir Móðas, Blæstir Rútu og sjálfsögðu sjuttararnir, þó fámenni séu eru. Smá einbeitingarleysi hérna í upphafi leiks hjá KA. Menn eru að fikra sig áfram. Vel gert. Almar Ármarsson skilur boltan eftir fyrir Hrannar Björn sem enn boltan og gefur hann upp á Elvar sem gefur hann út á Almar. Gefur aftur á Elvar. Elvar er með boltan.
og það hornspyrna. Hornspyrna á hættulegum stað eins og góðum maður sagði Márið. Nákvæmlega. Stórhættulegt. Júrai býr sig undir að taka hornspyrnuna. Stóru mennirnir koma inn á teiginn. Davíð og Guðmann marksækinn með eindæmum. Fyrra mark á móti Huginn mitt komið mitt upp á hornspyrnu. Þannig að það er vonandi að gerist eitthvað hér líka. Hörkuskalli, ég verði að viðurkenna, ég sá ekki hver átti skallan. Var þetta ekki Elvar Árni? Mér sýndist það. Já, ég er hálfblindur hérna. Það verður bara að viðurkennast. Aðstæðan hjá okkur kannski ekki alveg svo eins og bestar á kosið, en sitjum hérna hliðin á stúkunni og við gerum okkar besta. Við byggjum bara ásöngunar ef við erum að fara með fleipur. Og hér er Hrannar með innkastið, gefur hann á bróður sinn, Hallgrím. Hallgrímur skýlir boltanum og reynir að finna plás. Gefur hann á Guðmann sem fær pressu, gefur hann á Davíð. Huginsmenn reynsa að fara á langu bolti upp í loftið, Callum í baráttunni. Elli pressar og Elli. Þetta var áhugaverð tilraun. Áhugaverð tilraun, hefði verið margt tímabilsins hefði hann leiðið hjá Elvari þarna. En menn skora ekki nema að skjóta eins og Luigi Gesson sagði Márið. Þeir skora sem þora. Já, það er góður punktur. Archie tæklaður hér, vinnur boltan áfram. Júrai sækir á, gefur hann upp á Grímsa sem er í fyrirgefastöðu, gefur hann. Þetta er alltof erfitt og boltinn fer aftur fyrir endamark, sýnst mér. Nei, hann sagði með knöttinn hérna vel í markinu, hann aðeins á löng sending hérna. Það er spurning hvort að Huginsmenn hafi leikjákomandi Haugum daginn. Haugar var nú fundið einhverja formúlu til að sigra okkar lið. Já, það er spurning hvort að Huginn leggir með sama gameplan. En já, einu töp KA í deildinni, hafa komið á móti Haugum, 2 töp þar. Vonandi að menn svari fyrir það tap hér í dag. Huginn er með boltan hérna á hægri kantinum. Halldór Hermann í baráttunni, gefur Archie vinnur boltan. Callum gefur hann upp á Júrai. KA reynir að spila sig út úr þessu. Callum í skattabortunni, vinnur hann. Archie með boltan á miðinni, fær pressu. Já, en Hrannars KA inn á völlinn, þetta er flott. Já, Helgi Mikael flautar aukaspyrnu, broti á Archie. Trommuslátturinn heyrist hérna, þeir sitja ekki langt frá okkur. Stuðningsmenn KA, vinni móða og sjuttararnir. Þetta er gaman að sjá, að fylgja liðinu hvert á land sem er. Hrannar með boltan. Já, Almar í baráttunni, kvartar yfir því að menn sé ekki að taka hlaupinn og sér nálatónum. Við erum að ná smá stjórn á þessum leik hérna á miðjunni núna, en vonandi við fáum einhver færi upp úr því líka. Gaman að sjá hvernig næstu mínútur þróast. Halldór Hermann með boltan. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Halldór Hermann er að austan og að þekkja þetta. Hrannar með boltan, skallar Elvar. En beint til markmanns Huginsmanna. Atli Gunnar Guðmundsson. Hatt saman på knöttinn. Já, við erum að fá hérna smá tilkynningu að á vellinum í dag sé vist elsti boltasækjari landsins. Hann er vist 60 félagsmaður Hugins. Það
Það er vel séð. Já, mjög vel séð. Bolti fyrir höndin á Grímsa en Káa heldur boltanum. Grímsi gefur hann upp á Elvar sem er að fara að taka varnarmann Haugs á. Þeir 1-1. Og brot hjá honum Helgi Mikael dæmir aukaspyrnu. Hanna átti að vera hendi á Grímsa. Ég hef ekki mótmælt því að það var dæmt hendi þarna. Nei, nákvæmlega. En við kortum ekki. Nei, fáum hann aukaspyrnu á laglegum stað. Já. Það væri helviti sterkur leikur að fá mark hérna snemma. Já, alveg rétt. Menn hafa lent í vandræðum hérna á Seyðisfjarðarvelli. Já, skemmtilegur leikur hérna daginn, 3-3, Huginn Selfoss. Grímsi gerir sig klára hana að taka spyrnuna. Menn konur að teina spurning hvort hann ætlar að skjóta eða láta gefa fyrir og það Guðmann sem var í baráttunni en þessi fór aftur fyrir endamörk. Guðmann búinn að hitta svolítið sóknarlega, hann komið 2 mörk í deildinni. Já, hann gammur í tegnum, það má sannir segja. Halldór Hermann vinnur skallan. Hrannar í baráttunni, skallar það fram, Almar. Huginn með boltan, beitir löngu bolta upp í hornið. Hrannar í langar spyrnu upp á bróður sinn, Hallgrím, sem í baráttunni og brotlegur og aðstoðardómari númer 1 liggur eftir. Þetta var tvöföld tækling. Tvöföld tækling, flaggið í jörðinni, menn það fikk ekki spjald fyrir minna. Nákvæmlega. En menn takast bara í hendur og hafa gaman af. Enda gat hann ekki flaggað á þetta? Nei, hann gat ekki flaggað á þetta, laukrétt. Enda lá hann í jörðinni. Grímsi býr sig undir að taka þessu aukaspyrnu. Stórumverðin á tegnum, Almar og Júræ. Grímsi með boltan, Elvar í baráttunni. Já, markmaður Hugins grípur, Atli Gunnar grípur þetta og leikmaður Hugins hefur verið orðið fyrir höfuðmeiðslum og liggur eftir. Já, þú endir hérna 3-3 jafntefli undir Selfoss hérna á síðasta heimaleiks Hugins. Það var neitt alveg típist að þeir hérna Hugins menn jöfnu á 94. mínútu og það verið mjög duglegir að skora á lokamínútum leikjanna. Já. Þetta er baráttu lið, það er bara þannig. Þeir eru líka, er alveg ágættir í sóknarleiknum. Þó liggja aftur, þá eru þeir sterkir í skyndirsóknum og föstu leikadrifum, sko. Já, nákvæmlega, og eins og ég segi, þeir gefast ekkert upp. Þeir minnkuðu muninni 2-1 á móti okkur í K-vellinum og svona, þeir settu smá pressa á okkur þá við höfum svo sem siglt þessu nokkuð örugglega undir lokinn. Já. Káum við þurfa að svara fyrir slæmt tap í síðustu umferð, óvænt tap móti Haugum á heimavelli. Guðmann í baráttunni skýlir boltanum fyrir aftan og það er markspyrna á marki í Káa. Já, svo sem ekki verið mikið að gerast í þessum leik, ekki ennþá komin eina endursýning hjá okkur. Nei, menn er aðeins að þreifa fyrir sér. Kort er búið að leiknum og við köllum eftir færum, það er bara þannig. Já, nákvæmlega. Það er svolítið svona enskur neðridelda bragður á knattspyrnunni hérna. Þetta er kick and run svolítið. En Káa reyna að halda boltanum og skapa eitthvað. Það hefur ekki gengið rosalega vel það sem maður af. Enda eru kannski vallarastæður ekki að bjóða upp á neitt krúsitölu bolta. Elvar gefur hann á Halldór Hermann sem að skilja hann á Grímsa.
Miðin á Archie sem skiptir yfir á Almar. Vel gert hjá Archie. Almar með hann á hægri kantinum í ágætis fyrirgjafarstöðu. En varnarmenn Hugins komast fyrir og það er innkast. Halldór Hermann stöðvar sókn Huginsmanna. Það er gaman að sjá að Hugins menn skarta strángheðalegri leikskrá hérna fyrir vallagesti og við bara bera hrós af því. Gaman að sjá leikskrá, fyrirgjöf og hann er í skallafæri og þessi er yfir markið. Pétur Óskarsson var þarna með príðis fyrirgjöf, sýnist mér. Jú, hann heitir Pétur. En já, það voru óvænt úrslit í gær þegar Leiknir Reykjavík þeir lágu illa í gær. 3-0. Selfyssingar eru gríðarlega skemmtilegt lið og þeir eru svona, þeir eru ekkert ósvipar Haukonum en samt stabílli en þeir og sækja fleiri stig. Já. En já, við ætlum að auðvitað sjálfsögum þökkum Selfyssingum fyrir þennan sigur. Þetta kemur okkar mönnum í góða stöðu hér í dag ef við sækjum 3 stig. Að því gefna að við sækjum stig, það er vonandi að leikmennir rífi sig aðeins í gang og fara aðeins að spila betur. Huginn í ágætis stöðu, sín á teiknum, Rækó, Ver og Huginn er ennþá í baráttu, Halldór Hermann fer niður. Þetta var Huginn sem voru í ákjósanlegri stöðu. Júræði með bolta hérna á vinstri kanti, geysist upp. Það er auðvitað að sjá gefur hann fyrir Elvar og Hallgrímur inn á teig. Fyrirgefur fyrsta mann, Kallum með boltan og þessi endar aftur fyrir. Þannig að þetta var laglega sókn á heimamönnum hérna áðan en Rækó gerði vel að loka á þetta. Já. Hvað, Kallum sem líkur eftir væntanlega? Já, Callum Williams, hann kemur í byrjunliði fyrir að vera á bekknum í síðasta leik. Ívar Örn er á bekknum sem hefur verið í vinstri bakgrunum á síðkastið. Þetta var leikmann nr. 19, Gunnar Víglund, sem var í ákjósanlegri stöðu áðan. Ég held að ég var ekki með rétt mál að hann sé nýgengið til liðs við Huginn. Hann er með álita hár, sé ég. Hann er svona með hárgreiðslu í anda Snapchat stjörnunar Snorra Björnssonar. Mjög gaman. Mjög gaman að því. Já. Það er vonandi að þetta sé ekkert alvarlegt hjá Callum og hann getur haldið áfram leik. Helgi Steinar Andrésson, sjúkraþjálfari KM-manna, hugar að honum. Ívar farin að hitta. Það er klár skipting. Það er leiðilegt að Callum þurfa að ljúka leik hér eftir 20 mínútur. En það er alltaf gott að vera með öflugan mann á bekknum. Ívar er náttúrulega búinn að vera góður í sumar. Já, búinn að vera feikilega öflugur. En leitt að sjá að Callum sé að meiðast og vonum að hann sé þetta verði ekki löng meiðsli. Hugins vallarstarfsmenn kalla á Börur, elsti boltasakari landsins. Gerir sér líklegan ásamt frændans sem heldur á Börunum. Það
vonum að þetta sé ekki of alvarlegt. Þetta lít alltaf ekki út fyrir að vera mikið högg sem hann fekk þarna en... Já, ég verð bara viðurkenna, ég sá þetta illa. Við erum ekki í bestu aðstöðu hérna til að sjá, hann hefur... Ég sá bara ekki hreinlega hvar hann meiddi sig. Það verður einhver uppbótartími inn í fyrri hálfleik. Við erum búin að liggja allavega í góða 1,5 mínútu. Það var allavega 2 mínútur í þetta. Já, við birtum nú viðtal við Callum hérna í gær á k.is sem hann fór nú meðal annars yfir fyrirlinn sinni á Leeds sem hann spannaði 10 ár. Já. Og við ætlaði að vera ánægð með það, Steini. Eða gríðarlega ánægðir, allir sem að ákveða að fylgja því frábæra félagi eru eintómir snillingar og Famir fram í fingurgóma og Callum ekki undantekning þar á. Nei, nákvæmlega. Það er einmitt einn Leedsari á kamerunni ángur í dag, Baldur nokkur Halldórsson. Það er Leeds stemming yfir þessu. Ég veist að Orri Gústafsson ekki á svæðinu, ég hef ekki séð hann hingað til. Nei, hann víst enn erlendis. Já, synd. Það er vonandi að Orri sé að horfa. En já, Callum fer út af. Borum út af hér að borum. Og Ívar gerir sig kláran hérna og kemur inn á. Ívar Örn Árnason. Og Atli Gunnar spyrnir frá markinu. Þetta eru tæplega 3 mínútur sem hann farið í þetta. Við erum allavega að fara að spila upp í 48. Elvar með boltan og skítur. Já, Elvar er alltaf að skora í dag. Það eru bara hreina línur. Það er nokkuð ljóst. Hann er mitt markaðasti maður okkar kámann í deildinni með 6 mörk. Já. Archie ræður algjörlega. Elvar gefur hann að Grímsa sem er í flottri stöðu og vill bara sá hann skjóta. Júræði með boltan. Pressaður, gefur hann út á Halldór Hermann sem að þessi var ekki nógu góð. Þannig að það er gaman að sjá að Archie Nkumu ræður algjörlega lögum og lofum hérna í háuboltanum á miðjunni. Já. Svona stöðubaráttu leikir eru hans leikir. Hann er ekki mikið tapað stöðuna 1-1 og er góður að halda bolta. Það er spurning, ég efast hann hafi spilað á velli eins og þessum. Jú, eflaust sennilega á Breiðholtssteini einhvers staðar. En ekki með svona umhverfi. Fjöll gnæfa hérna yfir okkur. Það er ólíklegt allavega. Það var hérna hjá Chelsea á sínum tíma. Nema vantarlega verið smá upplifun. Undir stjórn Jose Mourinho. Ívar vinnur boltan, skallaboltan, stillir sig inn í leikinn. Er svo aftur í barðinni. Gerist brotlegur líklega á Helgi Mikael flautar aukaspyrnu réttilega. Jafnvel þó að Huginn hafi verið með boltan, þá voru þeir ekki vildi taki fasta leikadrið, taka stutt, gefa út til hægri. Og kiksar boltan hana, þetta var klaufalegt. Já, það var ekki, Baldur kemur í pressu og Bjarni kiksar hann, eins og góður maður sagði. Það er bara þannig. Rækó spyrnir frá marki. Og þessi fer bara beint í innkast. Já, Rækó er svolítið hrifinn að setja hann til hliðar í markspyrnunum. Já. Yfirleitt gengur það betur en þetta. Já.
Menn að aðlagast ennþá. KR spila Grímsi í ágættu stöðu, keyrir á varnarmennina. Gefur hann út til hægri á Almar sem í góðu. Þetta var renni tæklaði hann einhvern veginn í aftamarkinu. Þetta var ágætis sókn. Það er gaman að sjá Grímsa og Hallgrím á counterinu þarna. Þeir eru stórhættulegir. Já, það er flott að sjá þegar við náum að sækja hratt á þetta, sem ekki bara halda bolta og leita að einhverju opnun. KR búin að vera duglegir í dag að sækja aðeins upp hægra megin. Búin að vera mikið aðallega upp vinstri kantinn í sumar. En svæðið er greinilega hægra megin í dag og menn ætla að sækja þar upp. Hrannar gefur hann aftur á Rækó. Spyrning frá marki, háum bolta. Almar kallar hann á Grímsa. Svartamaður beitir hennu löngum en Rækó ekki miklu vandræðum með þetta. Davíð passaði að sóknarmaður Hugins kæfist ekki í boltan. Já, Rækó búið að vera mjög góður í sumar. Já, eins og klettur. Hann er eins og gott rauðvín. Bara betri með aldrinum. Grímsi í pressu. Elvar rangur Grímsi, þetta er markspyrna frá marki Hugins. Guðmann spyrnir þessu frá. Guðmann, Grímsi missir hann frá sér. Mikael dæmir aukaspyrnu, Almar ekki sáttur, fannst þetta að vera lítið. Hugísmenn með aukaspyrnu þarna út til vinstri. Við hliðlínuna. Það eru svolítið að brjóta á þeim og gefa þeim svona smá sens á að koma boltanum auðvitað fyrir. Í föstu leikadrifum, já, klárlega. Bolti kemur fyrir. Endar úti hérna hjá leikmanni númer 13 og Rækó í útlaup. Grípur þetta auðvitað. Þýðir þetta að menn færi sig framar upp öllin. Elvar vinnur skallan beint á Grímsa. Gefur hann Halldór Hermann sem gefur hann út til hliðar á Almar. Hermann á ekki nægilega góða settingu. Halldór Hermann gefur ekki tóm eftir á miðinni. Davíð Glæsileg í boltan, flottur, Captain Fantastic. Júra með boltan hérna á vinstri kantinum. Tekur hann á, takt hann á. Og missir hann. Og það er markspyrna. Skoppaði hann aftur í Júra, þetta er hárrétt. Það er vonandi að fara ekki að rigna í seinni hálfleik, þá erum við í ansi djúpum skít, þetta undir berum himni. En við erum öllu búnir hérna. Tækja búnaður, við rýfum klífuna ef að svo berum við, mér sýnist nú ekki, ég er ekki veðurfræðingur. Almar reynir að framleika upp á Hrannar sem kemur ólappið. Pressal. Já, Hugísmenni innkastið.
Já, þetta fyrir ansi rólega stað hérna hjá okkur. Já, þetta búið að vera tíðilda litlar fyrstu 30 mínútur. Ekki mikið færi, ég man ekki til neinu. Nei, það bara aðalega þegar Rækó kom sér vel fyrir boltan hérna. Það alltaf mikið til að tala En KM alltaf að vinna stúkuna, það nokkuð ljóst. Já, klárlega. Það fjöldin allra KM-unum sem að lögðu landið í fót og komu hérna austur á Seyðisfjörð. Og allir vel merktir, gulir og bláir. Hrannar með boltan, gefur hann tilbaka á Guðmann. Og góð pressa hjá sóknarmanni Hugins. Archie með boltan. Archie gefur hann á Grímsa sem í flottri stöðu. Gefur hann á Júræ. Úff, skítur. Og það markspyrna. KM einhverju vildi fá hornspyrnu þarna, ég bara hreinlega sá það ekki nógu vel. Ég held að það verið rétt, ég held að það hefði bara beint skot, ekki á markið. Þannig hefði ég viljað sjá Júra gera aðeins betur. Hann var að þessu jafnvel eftir. Völlurinn mjög laus í sér og ég bara sjá hann hamra þessu með jörðinni að testa aðeins markmann Hugins. Jafnvel Grímsi er búinn að koma í ágætar stöður sem að hann hefur nú látið vaða að minna tilefni. Já, nákvæmlega. Eftirminnilegt markið á móti Grindavík. Elvar í baráttunni. Boltinn á leiðinni aftur fyrir en Valdimar Hugins bjargar því, gefur hann upp. Gunnar Víglund með boltan gefur hann inn fyrir, virðist. Ekki rangstaða. Og hann einn í gegn. En Rækó stöðvar glæsilega og liggur eftir Rækó. Hann hefur ekki mikið högg Guðmann lætur heyra í sér. Þetta rosalegt. Gult spjald á Guðmann, virðist vera. Guðmann fær gult spjald. Skulum reyna að sjá þetta aftur hérna. Hér kemur þetta. Sleppur hann í gegn. Rækó meistarlega fer í úthlaupið. Og keyrir. Sjáum þetta aðeins hægar hérna. Þetta Guðmann að fá gult spjald fyrir algjörnan titlingaskít, þarna verð ég bara að viðurkenna. Hérna sjáum við þetta aftur aðeins hægar. Rækó klárlega undan í boltan. Ekki nokkur spurning. En þetta erfitt atvik. Guðmann, segir fær gult spjald. Já, hann lyfti gult spjald og ég nokkuð viss að þetta hafi verið Guðmann sem hafi fengið gult. Ég ætla að reikna með því. En það einhver reikstefna hérna, menn að rífast við aðstofadómara. Ég sé bara hreinlega ekki hvað í gangi. Gaman að sjá hvað Helgi Mikael gerir. Það einhver eitt sem vonum að Rækó sé ekki alveglega middur, búinn að vera frábær í sumar. Fannar Hafsteinsson á varmannabekknum og að gera sér líklegan. Það greinilegt að uppbótartími fyrir hálfleik sem verður duglegur. Nú einhver, mér sýnist að vera Marko Nikolic sem að slá til Almars og ekki, það einhver derringur í þeim leikmanni. Já, mönnum greinilega hitt í hemsi. Já, mönnum ekki sama. Þetta hefur ekki verið gott að fá högg á fullu afli hérna. En ég þykir athyglisvert að Guðmann skuli fá gult spjald fyrir að ýta í leikmann Hugins þegar leikmann nr. 18 Marko Nikolic gerir nákvæmlega sama núna hérna nokkru sekundur seinna.
og þá er ekki spjald. Börurnar eru hérna mættar, þetta lítur ekki nóg vel út. Það er ekki gott, annar leikmaður KA í dag. Við erum að gera okkur aðra skiptingu þetta meiðsla eftir aðeins 36 mínútur, það er ekki gott, Steini. Nei, þetta er gríðalegt ágefni og mér þykir afar ólíklegt að Rækó muni halda leik áfram. En halda okkar menn áfram að tala við dómara leiksins. Ekki alveg sáttir að menn hafi sloppið með svona, en það... Nei, því miður. Það var engin eld hér. KA tekur ýmislegt að sér. Ýmislegt að sér en... Eldamennska ekki. Nei, við erum ekki eldamennskunni. Nú er bara myndalur hópur að KA-mennum komin og áhörundum hérna beint fyrir framan okkur, þannig að ég sé bara ekkert nema... Já. Sjáum bara það sama á því, sjáuð áhörundu góðir. En... Sjáuð að allur KA-bekkurinn er komin hérna við hliðin á markið að fylgjast með þessu. Fannar Hafsteinsson virðist vera að koma inn á í sínum fyrsta leik í sumar í deild. Já. Spilaði á móti Tindastól og Grindavík í bikarnum. Hann er gríðarlega efnilegu markmaður sem að fær sénsinn núna. Já, KA-lið talaði um það að þeir ætluðu svo sannarlega að fara að halda aftur hreinu í deildinni og Fannar er náttúrulega klálega maður í að halda því út þennan leik. Já, slæmt að Guðmann sé komin á gult, það vonandi að hann haldi sig á mótunni. Og við búinir með eina skiptingu í vörninni og það var Ívar. Þetta hefur verið þriðja gulaspjald Guðmanns í deildinni. Já. Hann er ekki búinn að fá eins mörgur sem menn halda, enda dagfarsprúfur maður. Já. Hvað fara hann í bann eftir 4 eða ekki í deildinni? Það er 4. Jó. Enda er Alexander í leikbann í dag, Alexander Tirnitz eftir að fengi 4. gula spjaldið á móti Haukum, væntanlega. Nei, hann var búinn og úrskurðaður fyrir það. Það hafi verið framleikurinn, hann fekk 4. gula. Og hér er komin sjúkrabíll. Heyrðu nú mig. Þetta lítur alls ekki nógu vel út. Fullt af vallarstarfsmönnum að hlúa og sjúkraþjálfarar að hlúa að Rækó. Spurning hvar höggið hefur komið fyrst að þetta hefur verið svona alvarlegt. Já. Vonandi alls ekki höfuðhögg. Sjáum þetta einu svona aftur hægt. Hérna sleppa þér í gegn. Rækó gerir mjög vel að ná boltanum en tegir sér niður og leikmaður Hugins fer með löppina undan. Svo Davíð Rúnar fyrirliði er sko strax að kalla á aðstoð. Hann er ekki lengi að hann sé strax að það er alveg rétt. Eitthvað hefur Guðmann sagt, ef valla er hann að fá fyrir að íta í mannin, að fær beint gult þarna, en svo hann hafi sagt eitthvað. Nú er gríðarlega töf á leiknum. Vonum að Rækó sé heill heilsu. Já, Túfa kallar hérna á liðsfund, nýtir hlið, reynda að gera Huginsmenn það líka. Já, menn þurfa að þjappa sér saman og klára það sem eftir er hálfleiks. Eflaust einhverjar góðar 10 mínútur eftir vegna uppbótartíma.
maður bara hreinlega orðlaus yfir þessum höfuðmeiðslum hjá Zoltan Rajkovic. En verið að hlúa að Rajko. Hann er að reyna að koma hann upp á börur fyrir sjúkrabílinn. Já, maður verður nú að segja það, mér fannst nú viðbrögð Guðmanns ekki þetta alvarlega að hann skildi fá gullspjald, enda sér það að tæklingin var greinilega alvöru. Já, hann lítur að hafa sagt eitthvað sem hefur farið fyrir brjóstið á Helga Mikael. Einhverju kölluðu eftir, áhorfendur hér kölluðu eftir spjaldi á leikmann Hugins. Ég bara hreinlega veit það ekki. Það er veit að segja í svona, auðvitað vilja mér ná boltanum, en Rajko var alveg klálega tölvöld á undan hana. Já, þetta er 50-50 challenge og Helgi Mikael ekki í öfundsverðri stöðu. Nei, eins og við segjum, það er mjög eðlilegt að sóknarmaður reyni að ná í boltan, það er bara þannig. Já, en Rajko virðist vera að fara hér út af. Já. Annar leikmaður KR sem fyrir út af í dag í börum, Callum Williams fór meiddur út af sama leiks. Það klappa duglega fyrir Rajko. Stöðunsmunni beggja liða, en það var þetta ekki góð stund að sjá hann þarna. Jæja, KR! Allir! Komu! Þá styttist í að leikur geti hafist á 9. Fannar Hafsteinsson skokkar hann á völlinn. Já, Rajko sjálfsög fyrir út af. Sínu fyrsta leik í deild í sumar. Nú er ég ekki með tíman á þessu, en þetta eru búin að vera ansi margar mínútur sem að Þú séum að fara tveggjast á tölu í uppbótartíma. Já, alveg bókamból. Góðar 10 mínútur í uppbótartíma. Svo var það klálega 3 mínútur hérna á Callum áðan. Já, ég tók tíman á því. Já. Misti tíman á þessu. Fannar spilni frá marki. En nú verður áhugt að sjá hvort liðið mætir betur til leiks hérna eftir þetta duglega hlýi. Já, þetta var bara svo leiklega í handboltanum. En auðvitað á leiðilegum orsökum. Sendum bátakveður á okkar mann, Zoltan Rajkovic Rajko. Algjör toppmaður. Atli Gunnar Guðmundsson hann saman knöttinn og gefur hann út. Huginsmenn með boltan í varnarlínunni. Leikur og Almar. Gunnar Víglund með boltan út við hliðinu og virðist vera að knötturinn hafi farin út af. Allavega hann gefur aðstæðardómarið þetta kynna. Við erum ekki lengi að missa hann aftur samt. Nei. Og Halldór Hermann líklega brotlegur. Nei. Það er ekkert gefið eftir hérna. Archie missir boltan en vinnur hann aftur. Gefur hann út á Júra á vinstri kantinn. Það með lélega móttöku. Sækir á hann. Gefur fyrir. Á. Og það er hornspyrna. Hallgrímur Mar. Júræ. Hann þarf að taka hornspyrnuna. Við fengum ágæti skalla á síðustu hornspyrnu. Það er vonandi að við fáum eitthvað svipað aftur. Júræ með hornið.
og beint í fangið á Atla Gunnari sem kastar honum út. Atli Gunnar svo sem ekki lenti miklu vandræðum. Og þetta var rangstaf. Gunnar Níelsson segir einfallega bravo við þessu. Já, þetta er réttur dómur. Ívar með boltan upp á Júræ sem á Archie með hann á Grímsa og Hrannar í utan á hlaupinu. En ekkert verður úr þessu. Archie gefur hann út á Hrannar. Grímsi með boltan, gefur hann aftur út á Hrannar út á kantinum í fyrirgefastöðu, gefur hann fyrir Elvar. Það vantar svolítið heslu munin að KFC að koma sér algjörlega í þessi færi og Stefán Ómar með boltan í ágættu stöðu, gefur hann út til hægri á leikmannu 13 sem gefur hann inn. Archie með góða tæklingu en stór hættulegt færi. Þetta var nú bara frekar vel spilað hjá Hugins mönnum hérna. Já. Sjáum þetta hérna aftur. Virðist vera fjár út, en gera vel hérna og þetta er fínt skot. Þetta er snaggarlegt skot eins og maðurinn sagði. Já, nákvæmlega. En fyrir allra lukku var það ekkert úr þessu. Fannar spyrnir frá hann á marki. Eins og ég segi, það verður áhugavert að sjá hversu langt. Davíð gefur hann aftur á Fannar. Já, við erum komin aftur í loftið, biðjumst velvirðingar á tæknilegum örðuleikum sem verður hér. Það gerðist nákvæmlega ekkert með við vorum ekki í loftinu. Archie með boltan gefur hann aftur á Davíð. Ívar með boltan gefur hann upp á Júræ, að mér sýnist. Já. Og Huginn kemst fyrir og ná kom boltanum í innkast. Ívar virðist alltaf að fleygja löngum bolta inn á teig. Ívar má eiga það, hann getur kastað þeim ansi langt. Stundum eru þau aðeins of löngabili, aðeins og ná markmannum. Ég vil sjá hann miða meira. Já. Ég get alveg sagt að hann rothæst bara á það. Og Kári færi, Já. Uppbytting. Það er bara að vera að fara skoðanum på eigin stöðum. Kámenn eiga hornspyrnu. Ok, takk. Við vorum að fá smá fregnir af líðan í Júræ. Hann rotaðist við þetta högg, en þeir voru búin að ná honum aftur til meðdundar og hann er núna í smá tjekki á Egilsstöðum, það er á leiðin til Egilsstaða. Já. Ekki verður úr svona hornspyrnu hjá Káa. Góða fréttir af Rækó, vonum hann jafnir sig sem fyrst. En Hugismenn geysast völlinn, Halldór Hermann í baráttunni. Vel gert. Já, þeir fyrir boltan, Gunnar Víglund í baráttunni. En já, gaman að heyra þetta með Rækó, það hafi þó sem betur verið ekki verið meira þetta. Já. Eða allavega eins og lítur út fyrir að vera núna. Já. Þeir eru komnir í 5 mínútur í uppbótartíma. Uppbótartími hálfnaður, cirka. Líklegast. Elvar skallar á Grímsa sem er í baráttunni. Grímsi með snuttu inn á Almar, gefur hann fyrir. Vel gert, höldum boltanum. Archie á Grímsa, láttu vaða drengur. Almar reynir að gefa hann fyrir. En þetta var ekki nógun hitt með fyrirgjöf. Broti á Halldór Hermanni. Aukaspyrna, Káamenni aukaspyrna hérna á miðjum velli.
Hrannar Björn ætlar að taka spyrnuna. Spyrnumaður góður. Á Almar sem framlengir. En ekkert verður úr þessu. Hvað er á klukkunni? Hvað er komið? Já. 7 mínútur. Já, eins og ekki búin að vera mikið færi í þessum fyrri hálfleik en... Nei. Ef eitthvað þá er Huginn búinn að eiga besta færið. Grímsið með góða og... Og ég sé mjög... Elvar Árni fór þetta niður en ég held að þetta hafði ekki verið brot. Enda hann fór strax aftur upp. Ég sá þetta bara ekki. Gekk hér áhorfandi beint fyrir fram mig þegar ég... Hrannar með fyrirgjöf á Elvar. Og markspyrna. Í leikskrá Hugins er skemmtileg einsláttar / stafsningavilla. Júrai Grosselli. Skalla bara á miðinni. Ekki í fyrst skipti í dag. Sér að mennum eiga erfitt með að fóta sig á vellinum, menn eru auðvitað með að renna. Það virðist vera hitni í hamsi hjá Harvanbekkinum. Menn láti í sig heyra. Það var nú bara hendi, syndist mér. Já. Það sé aðeins að missa tökinn dómarinn á þessum leik, menn er allavega fannir að kvarta undir gjörsamlega öllu sem gerist hérna. Já. Hann er að gefa gult spjald á hvað? Á Túfa. Er ekki að reglum það þær að hann lyftir ekki spjaldinu? Nú skal ég ekki segja, ég er ekki sérfræðingur á þessum sviðum. Ég held ég sé ekki að fara með fleipur og það sé svoleiðis að hann lyftir ekki spjaldinu en hann skráði eitthvað í bókina þarna. Einhverja glósur. Þá skulum við henda í eitt svona spjald, Túfa með gult. Já. Fyrsta í sumarsalna. Já, það er rétt. Partí með boltan á miðinni. Almar með hann út til hægri hérna. Gefur hann út á Hrannar. Krossinn. Boltin lausinn tegi Grímsi. Þeir bjarga þarna. Þeir kasta sig fyrir þetta Huginsmenn. Vel gert. Grímsi var í, þetta var vel gert á Grímsa. Já. Hann tekur hann á, kloppar hann skemmtilega. Aftur út á Ívar sem er með hann á hægri. Lyftir hann yfir hérna. Það hefði verið sagði til næsta bæjar ef Ívar hefði skorað hann á hægri þarna. Við megum ekki afþakka það mark. En já, eins og það er baráttu hugur í Huginsmönnum og kom kannski ekkert að óvart þeir skuldu fleygja sig fyrir þetta. Nei, ég held að sé ekki tilvíðun að þeir hafi nælt í stig í síðustu leikjum. Og Helgi Mikael flautar til hálfleiks. Já, þetta voru 10 mínútur. 10 mínútur uppfylgtíma í fyrir hálfleik. Og kannski bara fínt að við getum að fáum hálfleikin og getum aðeins ráðum okkur. Já, þetta er búið að vera ekki fallegasti leikur í heimi. Alltaf var klárt með að okkar menn eiga mikið inni sóknarlega séð. Já, klárlega. En já. Við hér í KTV ætlum að draga okkur í hlé. Og við kveðum í bili. Takk fyrir. Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA.
æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum. Já, verið velkomin aftur hérna við skjáinn, góður áhorfendur. Styttist inn í síðari hálfleik Hugins og KA. Þeir eru búið að vera ansi lokaður leikur hérna framan af og helsta markverða er í rauninni að KA hefur þurft að gera 2 skiptingar vegna meiðsla. Callum Williams fór fyrst út af og svo fór að Rækó markverður okkar út af eftir að hafa rótast. Þeir eru núna þessi komin líklega til Egilsstaða í check. Vonandi að það sé ekki mjög alvarlegt. En þetta er alltaf leiðilegt þegar það er svona höfuðhögg. En þetta er eini leikurinn í fyrstdeildinni í kvöld. Haukar unnu Fram 3-1 í gær og Selfoss vann 3-0 sigur á Leikni Reykjavík. Þannig að KA getur komið sér í góða stöðu ef að við náum marki. Og já, við erum on air. Hef ég á að svara hérna honum Aðalsteini sem er mættur. Komin úr sjoppunni, ein strángheðilegasta sjoppa landsins. Það var mátt að skrifa á sig hana, ég kaus ekki að gera það, enda strángheðilegur maður. Það var eitt sem sagði að skrifa á pabba sinna það. Ég veit ekki, vonandi veit hún nafnið á pabba hans. Já, það er greinilega gott traust hérna á Seyðfirðingum. Já, þetta er bara til fyrirmyndar. Já, alveg til fyrirmyndar. Við komum hérna KA TV austur og þeir hafa gert allt til að hjálpa okkur með þessa útsendingu. Það er mjög gaman að því. Gesturistinn uppmáluð, síðar hálfleikur hafinn. Huginn hefja leik. Nú er erfitt að sjá, fólk situr hérna upp alla veggi. Já, við treystum á hann Baldur á myndavélinni svo við getum séð hvað er að gerast þarna megin á vellinum. Það er gott að Baldur bróðir í góðan seinni hálfleik á kamerunni. Já. Frí ábót á kaffinu í sjoppunni, Huginn sjoppunni. Já, það er vel gert, það er ekki sjálfgefið. Einn þumal. Þessi fyrir út af. Ekkert Sigmundsson með góða móttöku. Markmannsþjálfari KA. Júra lætur hann fara.
Almar er með boltan. Nei, þetta er ekki alveg nógu vel hérna. Halldór Hermann vinnur boltan. Misskilningur hjá leikmönnum Hugins. Halldór Hermann er upp hægri kantinn, ætlar að gefa fyrir. Gefur hana Elvar. Hermann dettur en það er ekkert á þetta. Eins og við komum að í fyrirháleik þá er völlurinn ekki alveg mjög þægilegur. Þetta er aðeins öðru síðan heim á Akureyri, ég veit ekki það. Archie vinnur boltan af Harfylgi, vel gert. Gefur hann upp á Elvar Árna sem að tapa boltanum. Hrannar með slakasettingu. Archie með boltan á miðunni á Halldór Hermann sem að fær mann í pressu. Vissir hann. Sýnist leikmann nr. 18 hjá Huginn liggja eftir. Archie og Hrannar. Ekkert á þetta. Helgi Mikael segir. Fór beint í boltan. Ekkert á þetta. Davíð gefur hann upp í horn á Almar sem er í kapplaupi. Ágætt stöðu. Nei, ég veit sjá hann að keyra inn á þetta eða gefa hann fyrir. Já, þurfti að vera aðeins skræða Grímsey með beittur boltann. hérna. En beint í varnarmann Hugins og það Kom er innkast. En liggur hann hérna. eitthvað að tuða hérna yfir hann liggi. Það er einhver æsingur í mönnum. Davíð Rúnar stendur hérna yfir. Áhorfendur hafa sterkar skoðanir á dómarmálum hér á Seyðisfirði. Er þetta ekki Pétur Óskarsson sem að liggur? Sýnist að vera 18. Ég er reyndar með glerugu þannig að... Já, jú, þetta er alveg rétt, þetta var nú Marko Nikolic. Já, það er rétt. og þessi Marti fyrirmyndar hér á Seyðisfirði þá ætla ég ekki að gefa náungarnum sem ákvað að setja hvítar tölur aftan á búningur hérna prigg. Það er gríðarlega erfitt að sjá númerinn á treyjunum hjá þeim. Þetta er áhugaverð. Ég hef sett kannski ekki svart, það veit það ekki. Já, þú sér samt að það kemur svona gul lína fyrir sponsorni framan og það mátt gera slíkt sama fyrir númerið. Já, klárlega. En við erum kannski ekki miklir sérfræðingar í fatahönnun. Nei. Síðar áleikur hafist á svipuðum nótum og svo fyrir. Ekki mikið færi, ekki til að kalla. Ívar gerir sér líklega til að kasta þessin á teig. Já, þetta verður áhugavert að sjá. Sé að Guðmann er ekki inn í teignum. Davíð hins vegar komið fram. Elvar á Júræ, gefur hann út á Ívar. Og Elvar á Almar. Új, stórhættulegt. Það var sennilega eitt okkar besta færi í K-mann í dag. Almar hefði getað komið okkur yfir þarna. En enn og aftur eru þau duglegir að henda sér fyrir færin okkar. Já. Er þetta Hallgrímur? Nei, hver er þetta? Jú, Hallgrímur sem ætlar að taka þetta. Það er beint á næstsvæði. Hún bara vonandi að við náum að halda pressu á þeim. Júræ gefur hann á Grímsa sem er aftur á Júræ. Gefur hann fyrir Elvar. Reynir að halda honum, hann þarf að losa hann. Halldór Hermann, nei, það verður. Archie skallar þetta. Davíð með boltan, gefur hann út til hægri. Almar. Hann skotið framhjá. Þarna hefði ég viljað sjá Káa aðeins teygja meira á liðinu og nýta völlina og það heldur þétt og þröngt inn á miði. Já, hérna sjáum við þetta aftur skotið. Almar. Já, það var kannski ekki alveg nálægt og maður hélt í fyrstu. Þetta var ekki af gott að færið áðan þar sem að hann var bara ofinn að skora ekki. Guðmann vinnur skallan. Og í baráttunni Davíð skallar þetta, Halldór Hermann.
Hrannar gefur hann upp á Grímsa sem að framlengir á Elvar Árna sem fær pressa á sig. Vel gert. Boltinn fór á varnarmann í huginn hann að Grímsi keyrir inn og felldur klárlega aukaspyrna. Og hann flaggar. Já, bæði aðstofardómarinn og Helgi Mikael sammála þetta var aukaspyrna. Nú vil ég sjá Grímsa Júræ skrúa þetta inn á teig. Já, við erum svo sannarlega að leita marki hérna á uppáhaldsmyndum seinni hálfleiks. Við erum aðeins beittari að grillta menn hafa alltaf að skerpa á einhverju hlutum í síðara hálfleik og það verður að koma svo marki. Grímsa ætlar að taka þetta hægri. Nú þurfum við að vera klókir í teignum. Og það er Elvar Árni sem að skallar þetta yfir í markið. Ekki mikil hætta þarna á verðum. Sjáum þetta aftur hérna kemur aukaspyrnan og já, þetta var ágætis tilraun svo sem. Ívar skallar þetta frá á Elvar sem að boltinn endar á Júræ á vinstri kantinum. Ívar kemur í ólöpi Júræ fyrir með hægri. Almar og Halldór Hermann sem að missir hann aðeins frá sér. Grímsi tekur hann niður. Hrannar með boltan. Og fyrir Grímsi gefur hann skiptir yfir fjarstöngina. Skallar og Atli Gunnar handsama knöttinn og Helgi Mikael dæmir aukaspyrnu. Elvar Árni biðst afsökunar. KM gert 2 breytingar á liði sínu í dag meðan á leik stendur vegna meiðsla. Það er áhugavert hver ætli sé þriðja skiptingin hjá okkur í dag. Ætli það sé Ásgeir, hann er oft spurning að leiðist fyrir K að vega bara eina skiptingu eftir upp á meiðslinn sem hafa verið í dag. Spurning hvort Túfa vilja taka sénsinn á að skipta snemma inn á með meiðslarhrunum sem við komum í dag. Já, að sjálfsögðu. Grímsi með boltan. En eins og segja, okkur vantar aðeins meira bit í sóknarleikinn og þar hefur boltinn endar hérna á KTV, hann er farinn. Ágúst kastar boltanum inn á. Já, ég biðst afsökunar þessu gott fólk, hérna kastaði ég boltanum inn á völlinn. Það er víst illa séð. Davíð með langan upp í horn á Almar. Boltan út á endalínu. Gefur hann fyrir. Það er varnarmenn huginn að bæja þessu frá í hornspyrnu. Pressan er byrjað að þyngjast. Það er engu logið um það. Nei, og það ég fagnar því. Síðara hálfleikur er búinn að vera eign okkar kámanna. Líka fínt að við pressum á strax sem ekki að bíða eftir að við komum viss tími á klukkunni eins og oft vil verða. Grímsi með hornið og Guðmann í stöðu. Boltinn endar hérna hjá Hrannari. Ég er hann á Grímsa. Boltinn endar úti. Vel varið hjá Atla Gunnari þarna. Júræ aftur með boltan og það er markspyrna. Já, sjá að sjöttararnir eru að reyna að koma sér í mynd. Það er líf í þeim. Já, er í stuði. Næstu í fullu bíll sem að fór. Gefum ekki upp hversu stór hann var. Hann verður alltaf fullur á leiðin tilbaka. Hugísmenn með boltan hér, Marko reynir skot, boltin endar auðvitað hjá Fannari. Mikið fyrir Fannar líka að mynda að fá aðeins að klappa boltanum. Það er oft
erfitt fyrir varamarkmann að stökkva beint inn í leik. Archie með slakasendingu upp í horn. Enn og aftur Archie að ná að skalla þessa bolta, hann magnaður. Hann búinn að vera mjög góður í dag. Já, ekki nokkur spurning. Fann hann þessu auðveldlega. Nú vonum við bara til að við fáum aftur að ná þessari pressu sem vorum með hérna áðan. Ég segi mörg lið hafa lent í vandræðum Seyðisfirði og skal engan undra. Þeir eru öflugir. Hugins leikmenn. Jú Ræm með boltan hérna í áleitri stöðu, gefur hann fyrir. En enginn í teignum. Archie með boltan, nær ekki að halda honum. Og Helgi Mikael flautar aukaspyrnu á Halldór Hermann. Og stuðningsmenn KA taka við sér. Hugismenn taka þetta stutt. Og missa hann út af KA í innkast, Hrannar. Það virðist vera skipting hjá heimamönnum. Það spurning við sjáum hver að fara út af. Já, það spurning. Hann ekki hárið loftið sem að koma inn á. Það Gunnar Víglund sem kemur á velli, leikmaður nr. 19. Já, við sjáum ekki alveg hver þetta sem er að koma inn á. Vonandi að snúi baki í okkur. Nei, hann vill ekki gera það. KR með boltan, Elvar. Leikmaður númer... Sýnist að vera Birkir Pálsson sem hafa komið inn á. Jú, nei það. Marko með boltan hérna fyrir á Halldór Hermann pressar. Sjáum hvað menn renna á Halldór Hermann. Það ekkert á þetta, þetta er bara stöðuborta. Halldór Hermann með boltan. Grímsi í flottri stöðu. Hann pressaður. Þetta er leikmann nr. 15 sem kom inn á. Afsakið það. Þetta var Jamie Raúl. Fuentes Galavi. Jú, flottur framburður. Já. Haldið einmitt ekki í spænsku í menntaskólana. Þetta sé ekki nýjasti leikmaður Hugins sem kom inn rétt fyrir lok gluggans. Með boltan. Ekki nógu góð fyrirgjöf. Áfram kemur! Áfram! Boltinn í lottunni, Hrannar í bartunni. Huginsmenn vilja aukaspyrnu. Hrannar pressar. Hann er í
ágæti stöðun á fjarstöngginni. Svo sem ekki mikil hætta en... Þetta leit ekki alveg nógu vel út að við mistum hann að tveira boltanum hana. Já. Káa þarf aðeins að stíga upp sóknarlega og fara að skapa sér einhver almennileg færi. Fannar heldur áfram sama og Rækó hefur að gera í markspyrnunum. Hann setur þetta út til hliðar. Júra í barðunni. Fyrirliði Hugins með boltan hérna. Rúnar Freyr. Varamaðurinn. Bjartsýni skot ársins hjá leikmann nr. 3, Blaso Lalević. Já, 63 mínútur á klukkunni. Við kíkjum aðeins á tölfræðanleiknum. Káa búið að 16 marktilraunir sem að... en aðeins 2 skot á ramman. Já. Káa sjálfsögðu búinn að stýra leiknum en ekki náða hérna binda endan út á sókninni þar. Já, en við komum aðeins meira hætta í þetta henni í síðari hálfleik. Vorum ekki líklegri fyrir hálfleik, verður bara viðkynnast. Það verður bara viðkynnast. Ívar ætlar að kasta þessu inn á teig. Ívar Örn Árnason. Og Hugismenn skallar þetta frá. Archie skallar þetta, en ekkert verður úr þessu. Það er rosalegur kick and run bolti. Guðmann að byrja upp boltan. Reynir að gefa hann á Hrannar sem að gefa hann upp. Það verður ekkert úr þessu. Vantar töluvert gæði í sendingarnar hjá Káa. Boltinn skoppar og Halldór Hermann í baráttunni. Gerist brotlegur, hárrétt. Já, Nikolic fær aukaspyrnuna sem er búinn að biðja svolítið síðustu mínútur. Marko gefur þetta við hot, Guðmann er í baráttunni og hreinsar þetta fram. Grímsíti er að taka niður á Elvar sem að missir hann, fær manni í bakið. Ég hef ekkert á móti að fá heilan Ásgeir Sigurgeirsson inn á völlinn til að þetta er svona leikur fyrir hann sem að hraðinn hans nýtist í þessum löngu bolti sem að bæði lið er að beita. Alveg klárlega. Það er mikið spil. Einstaklega beittur og skemmtilegu leikmaður, Ásgeir. Spurning hvort hann sé alveg heill heilsu og geti beitt sér Já, á hann völlu. meiddist á öxl í 2-2 jafnteflinu á móti Grindavík. Davíð hreinsar þetta upp. Davíð hreinsar þetta út í næsta garð. Helgi Mikael biður hann að drífa sig að taka þetta innkast. Skallar þetta áfram og Hugismenn vilja fá okkar fyrir sinn snúð. Ég er auðvitað að sjá þetta. Ja, mér sýndist að hann bara að hafa aðeins skrikað fótur. Þarna vorum við hennir. Hann munaði engu að tölvusystem myndi rústast þarna. Hann munaði mjóu. Fastur bolti beint við skjáinn. Hann hefði þurft að borga þessi. Ívar
í varðinni. Reynir fyrir boltinn í innkast. Spurning hvort að, já, Ívar ætlar að taka langan bolta. Ívar gefur hann í Júra og gefur hann fyrir. Elvar, Almar með hann. Við sjá hann koma þessu, þetta er alltaf þröngt. Og Huginsmenn breyta vörn í sókn. En innkast. Já, þeir eru farnir að leggjast ansi aftalega leikmenn Hugins. Já, Dóri fær boltan frá Hrannari. Grímsi. Missi boltan. Dóri fær boltan í lappirnar. Almar. Það er ekki mikill tíma á boltan í dag. Menn eru strax konur í pressu og Kámir er ekki að fá mikið tíma á boltan. Og þess vegna eru færin að skortum skamti. Já, hann er ekki að hjálpa til völlurinn. Hann er séð kannski ekki eins vel í sjónvarpinu. Það eru grasflixur út allt hérna, mjög laus í sér. Ekki í toppstandi. Enda ekki með vallarstarfsmenn á borði við Sertan Rajkovic og Hrannar Steingrímsson sem að halda Akureyravellinum í toppstandi. Júra með boltan á vinstri kantinum. Gefur hann fyrir. Halldór vinnur boltan. Ívar. Hann dettur, gefur hann á Júra. Hann ætlar að taka hann á, gefur hann hægri fyrir. Elvar. Og Halldór Hermann. Alltof lengi af Elvar Árni. Vel varið hjá attackannari. Rosaleg varkvarsla að fá þessu endursýningu. Við sjáum endursýningu að sjálfsögðu. Pressan að aukast og hotspinna. Júra er að fara að gera sér líklegan. Það sjáum við endursýninguna. Og hérna kemur skotið. Og þeir fleygja sér fyrir þetta. Virkilega vel varið og hérna kemur hotspinna. Hotspinna kom inn og það er önnur hotspinna. Júra eftir með hotspinnuna. Það er að drífa við fyrsta mann. Og það verður ekkert á þessu. Boltinn endar hjá Atla. Vardamar Hugins liggur eftir. Já, nú þurfum við bara að halda haus og halda áfram að reyna. Það liggur svona aðeins í loftinu og við séum að fara að ná markið hérna. Það gerum við kröfu á það. Skemmtilegt að mikil nála hérna leikmönnum við stuðningsmenn. Áhættendur á Seyðisfjarðarvelli í dag. Já, það er gaman að bæði leikmenn og áhorfendur heyra vel í hvort öðrum. Já, það er mjög gaman að því. Taka virkan þátt í leiknum. Og mjög gaman að sjá að það var vel sótt í ferð hjá vinum Óða og þeir hafa látið vel í sér heyra í dag. Já. Og við standi hérna beint fyrir framan okkur og blokki útsýnið, það var það í lagi. Baldur stendur sér vel á miðtökuvélinni. En já, 20 mínútur eftir að þessu pluss uppáttími. Vekkar athygli að Guðmann er í treyju númer 14 í dag. Veit ekki ástæðu þess, hvort hann hefur skipt á hann eða verið inni frá byrjun. Já, ég skal ekki segja. Ívar skallar þetta frá. Leikmaður Hugins vill koma aftur inn á og reyna að kalla, gefa Helga Mikael skilaboð að hann vilji fara aftur inn á völlinn. Og Vardamar Hugins kominn aftur inn á, já, margir inn á vellinum. Guðmann með boltan. Tekur langan úti til vinstri á Júra. Svo tekur hann á með fyrirgjöf. Og það þarf að Grimmar að taka seinni boltan. Og þetta er markspyrna.
Enn einn markspyrna. Seinni hálfleikurinn hefur farið fram á vallarhelmingi Hugins. Hann var búinn að sækja Ívar á Archie. Gefur hann upp á Júrai sem á slaka sendingu upp. Það er innkast. Það er skipting. Ásgeir Sigurgeirsson að koma inn á fyrir Halldór Hermann Jónsson. 72 mínútur liðnar og Ásgeir Sigurgeirsson kemur inn á. Búinn að vera fjari góðu gamni í síðustu leikjum vegna meiðsla. Það er með gríðarlega gott markaratio hjá KA. 5 mörk í 7-8 leikjum. Og þarf ekki marga mínútur til þess að vonandan stimpli sinni leikinn. KA búið með allar skiptingar. Já, Ásgeir skoraði 4 leikjum í röð þannig áður en að meiddist. Og ástæðudómarinn nr. 1 flaggar að þetta sé brot og Huginsmenn eiga aukaspyrnu úti við hægri. Þarna fór dágóð þúa af vellinum upp. Völlurinn gríðarlega laus í sér. Mér sýnist að Ásgeir fari upp á topp og Elvar á kantinn og Almar á miðina. Marko með aukaspyrnuna skalla þetta og Fannar. Það er rangstaða. Já, það er fínt að hafa rangstaða þarna. Fannar náði ekki alveg í því knattarins þarna. Nei. Elvar. Það er innkast sem að KA Elvar tekur það snögt á Júrai. Og það er annað innkast. Ívar gerir sér líklega að taka innkastið. Ívar með innkastið á varnarmann Hugins sem skallar þetta niður í næstu götu. Túfa tekur sér starf boltasækjara og kemur boltanum á Ívar. Ívar kastar þessu, rennur til, en þetta er hornspyrna. Enn eitt hornspyrna KA-manna í síðari hálfleik. Grímsi ætlar að taka hornspyrnuna. Hún er á nærsvæði og Guðmann er með hann, en vinnur hann, gefur hann út á Grímsa. Missir hann frá sér. Það vantar meiri gæði í þetta. Varamaðurinn Jamie, en Almar vinnur boltan. Vel gert hjá Almari. Heimamenn vilja fá eitthvað þarna. Það var bara boltinn. Já. En léleg sending. Túfa aðeins farin aðeins að segja hérna, enda styttist í lokana á þessu og við erum ekki að það komið með markið í þetta. Já, þá held að við séum þéttari og meiri gæði í sókninni. Elvar með boltan snýr. Gefur hann út til vinstri á Júrai. Gefur fyrir og þetta var viljaði koma með hendi, það var ekkert á þetta. Júrai gefur hann á Archie sem að skiptir yfir til Ívars. Á Júrai, þetta er erfitt. Missum hann, þetta er ekki nógu... Þetta er ekki nógu gott. Skal alveg viðurkenna að ég hef hort á skemmtilegri fótboltaleiki. Almar tæklar þetta, fer ekki neitt.
Elvar skallar þetta á Grímsa. Elvar með boltan. Missir hann frá sér. Menn eru að missa boltan gríðarlega mikið frá sér á lausum Seyðisfjarðarvelli. Guðmann gefur aftur á Fannar. Vel gert Guðmann. Var í pressu þarna á bæði hættinu frá. Hvað að geta byggt upp sókn frá grunni. Marko hreinsar í burtu. Davíð með boltan í vörninni. Júra á Ívar. Þessi Ásgeir vinnur boltan út til endalínu. Gerur þetta vel. Gefur hann fyrir. Hann kingsar hann og þetta er hornspyrna. Þetta var vægast að klauðalegt. Já, vel gert hjá Ásgeir í að vinna boltan sem var á leiðin út af. Og varnarmaður Hugins kiksa hann, eða kingsa hann eins og sumir segja. Já, nákvæmlega. Fer eftir hvað mennum líst á. Grímsi allar að taka hornið. Hallgrímur Steingrímsson. Fín spyrna en engin á nærsvæði. Júræ, Almar. Rosaleg markvarsla. Það var sjónvarpsmarkvarsla kannski. Hann var ekki fastur en hann var á leiðin í netið. Atli í markinu er búinn að vera góður, hann má eiga það. Já, Almar fær boltan hérna. Og já, þessi var á leiðin inn. Það er bara hreinar línur. Júræ með hornið. Boltinn upp í loftinu inn í teignum. Guðmann vinnur þetta. Og þetta er mark! Já! Ha? Nei, ekkert mark. Þetta hlýtur að vera mark! Þetta var gríðarlega sérstakt. Þetta hlýtur að vera mark. Liggur leikmaður Hugins eftir. Við verðum að sjá endursningu af þessu. Sjáum þetta aftur. Þetta er nú svo sem ekki stórt hjá okkur. Boltinn er grunsamlega langt inni og Ásgeir reyna að fylgja þessu eftir að erfitt að sjá þessum myndum. Já. Úr þeirri aðstöðu sem við erum hér. Já, við erum því miður ekki með stóran skjá til að sjá þetta. Nei, marklínutæknin er ekki komin hér á Seyðisfjarðarvöll. En hún er væntanleg. Já, við vildum fá mark þarna. En aðstofadómari 2 mat það sem svo að þetta væri ekki, knötturinn var ekki inni. Mikil þvaga. Sjáum þetta bara aftur hægt. Því kannski sjá þetta betur en við ánandi góðir. Guðmann skallar hann, boltinn. Hann er ekki inni í seinna. Nei, maður vilja meina að skallinn hans Guðmanns hafi farið inn. Það er erfitt að sjá þessu sjónarhorni. En allavega staðan er enn markalaus. 10 mínútur eftir. Það er droppball. Atli Gunnar með boltan. Nú þarf K að fylgja þessu eftir og koma marki. Almar á Grímsa sem að reynir langa inn á Elvar Árna. Elvar gerir vel. Elvar Árni í góðri og feldur! Hann dæmir! Og Vítið! Það er vítaspyrna, Elvar Árni feldur. Það er vítaspyrna á 81. mínútu. Sjáum þetta aftur hérna. Er hann ekki, ég veit, var hann er náttúrulega flott hlaupi Elvari og tæklar. Jú, þetta er klár vítaspyrna, lengst inn í teg. En fær hann ekki spjald? Jú, spjald. Jú, gult spjald. Á, nú sá ég ekki. Mér sýndist að vera 23. Og Elvar Árni alltaf sjálfur á punktinn. Þórir ekki horfa?
Elvar Árni gerir sig líklegan. Jú, ég sé. Mjög öruggur í spindinni og Lengst yfir. það kom að því að Elvar Árni klóraði vítaspyrnu. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta gríðarlega svekkjandi. Elvar Árni hefur verið mjög öruggur á vítalínunni en þetta var ekki gott. Hvort hann hafi runnið veit ég ekki. Nú er að KA fylgja þessu eftir. Guðmann. Almar tapar boltanum. Boltinn endar hérna. Áfram með leikinn! Marko Nikolic og Hrannar eigast aðeins við þarna. Eðlilega hitt í mönnum. Það er breyting hjá heimamönnum. Leikmaður nr. 3 fer út af. Blaso Lalevic fer hérna út af. Nú er að KA að auka pressuna. Og spurning hver þetta sé. Það kemur einn djúpurinn á miðina hjá þeim. Númer 16. Já, nú var það Birkir Pálsson að koma inn á. Júrai Ásgeir í baráttunni, missir hann, Almar. Hrannar með boltaninn út til hægri. Gefur hann á Elvar Árna, sem hann snýr og brotið á hann. Nei, ekki dæmt. Það var aldrei boltinn. Vel gert Guðmann Þórisson, les leikinn frábærlega. Upp og beint á Elvar Árna, sem er í fínni stöðu. Gefur hann á slagt skot hjá Júrai, en varnarmenn Hringsson á að koma fyrir og það er hornspyrna sem ég sýnist Júrai ætla að taka. Byrjar að góðri tækling á Guðmanni þarna og kemur boltanum vel upp. Þarna er við. Spyrnan. Davíð, hætta á tegnum Almar með boltan, skallar hann. Niður á Júrai. Júrai með góða fyrirgjöf. Atli Gunnar. Sá er búinn að vera öruggur í dag. Já. Ef hann heldur hreinulega í dag þá lítur hann að vera maður leiksins. Einn af þeim allavega. Atli með langa spyrnu. Archie í baráttunni, vinnur boltan, ekki í fyrst skipti í dag. Búinn að vera flottur á miðunni. Almar með boltan. Ágætt stöðu, gefur hann að Grímsa. Grímsi í erfiðri stöðu. Vel gert. Lék fallega á varnarmann. Hugins feldur eða hvað, nei, ekki dæmt. Fór gríðarlega illa með varnarmann Hugins þarna. Ívar með fyrirgjöf. En Atli Gunnar handsamar þetta sem fyrr. Guðmann og Hrannar hreinsar þetta. Þetta er höfuðhögg. Almar með boltan. Davíð gefur hann út á Grímsa sem skilur honum á Ívar sem er að koma. Gæsist upp vinstri vænginn, missir hann langt frá sér. 2 í 2 tæklingar. Gaman að sjá Ívar. Ívar gefur ekki tommu eftir.
Grímsey með boltan á miðjunni, sá hann yfir til hægri, Hrannar aleinn á hægri kantinum en hann sá það ekki. Grímsey brotlegur, klárlega aukaspyrna. Hárrétt, 87 mínútur liðnar, K.A. búinn með allar sínar breytingar. Huginn á enn eina skiptingu eftir. Heyri stuðningsmenn Hugins kalla á taki ykkur tíma strákar. Þeir eru strax byrjað að halda þessu stíi. Leikmaður Hugins liggur eftir og biður skiptingu. Það lítur að vera 4 mínútur í uppbótartíma. Já, það kemur ekki óvart. Að lágmarki. En já, svekkjandi að við náum ekki marki hér í dag. Við höfum verið aðgangsharðir hér í síðari hálfleik og auðvitað leiðilegt að sjá þessa vítaspyrnu fara forgörðum. Já, kjörið tækifæri. Sjáum við hérna tölfræðina, K.A. með 90 á marktelurinn gegn 8 en þó aðeins 4 á ramman. 11-0 í hotspinnum. Já, það er vissir yfirburðir. Telur ekki neitt. Nei, það er hárrétt. Það verður einhver uppbótartíminn. Þriðja skipti í dag sem að Börur komin á völlinn. Nóg að gera hjá vallarstarfsmönnum á Seyðisfjarðarvelli. K.A. eins og var hættulegustu færi síðari hálfleiks, það var klárlega vítaspyrnan sem fór forgörðum og þegar Guðmann átti skalla sem var virtist vera inni en erfitt að sjá á þeirri aðstöðu sem vorum hér. Hrannar með boltan fær pressu á sig, brotið á honum, Guðmann neglir þessu fram. Þú vilja sjá aukaspyrna brotið á Hrannari eða Guðmanni, ég var hreinlega veit það ekki. Það ekki verið Hrannari. Hrannar gefur á Davíð. Huginsmenn gríðarlega margir tilbaka. Það öll stig mikilvæg fyrir Huginsmenn, þeir eru í harðri fallbaráttu. Já, nú vil ég sjá K.A. bara negla þessu inn á teig. Hrannar með góða ágætt, nei. Huginsmenn spæði þessu frá Hrannar aftur með boltan á Archie. Hrannar komin upp, Archie gefur hann á Grímsa. Sem að lyftir þessu inn á teig þar sem bróður hans er í skallabaráttunni. Almar með boltan út í horni, gefur fyrir. Boltinn á leiðin út af en Grímsi heldur honum inn á. Og áfram í baráttunni missar hann, nei. Ásgeir á Hrannar sem með hann hérna. Slög fyrirgjöf. En Huginsmenn breyta vörn í sókn. Langur út til hægri á varamannin, spænska. En Ívar í baráttunni og ekkert verður úr þessu. Davíð með langan upp í horn. En það er ekkert. Já, venjuleg leiktími liðinn. Og gott betur mínúta eða svo. Atli Gunnar kastar hann út til vinstri. Almar í pressu. Já. Boltinn upp í horn. Þegar hann aftur fyrir. Já, þetta er markspyrna. Nú vantar smá greddu til að klára þetta. Smá ekstra.
Grímsi vinnur út á miðjunni. Missir hann aðeins frá sér. Hrannar. Boltinn úti til vinstri á leikmannum 22 sem er að sækja á Guðmann. Biður hjálp Guðmann. Vinnur boltann á honum, broti á honum. Guðmann verið mjög sterkur í dag. Keyra upp. Almar býður hreyfingu, nú vil sá Káa með fleiri menn upp. Sækjöld þrjú stíginn. Guðmann með langa skiptingu á Júræ. Broti á Júræ, klárlega. Á, að fara aukaspyrnuna. Og stórumenninn á teginn. Þetta gæti verið síðasti séns Káamanna í dag. Og það er Grímsi sem ætlar að taka þetta uppskera verið ríði í föstum leikatriðum í dag. Grímsi með spyrnuna. Það fer varnarmenn Hugins, Júræ. En þetta endar í fanginu Atla Gunnari. Og þeir sækja. Þeir skora! Þeir eru að skora! Guð minn góður, þetta var upp úr engu. Leikmann númer á 93. mínútu. Séð ekki nógu vel, hérna sjáum við alltaf markið aftur. Marko með boltan hérna, gefur sendingu inn fyrir. Og þröngu færi. Þetta er gríðarlega svekkjandi. Leikmann númer 14 sem var að skora á markið. Stefán Ómar Magnússon sem skoraði líka í fyrirleiknum. Að þeim vinnir. Nei. Það var ekki hann. Það var ekki hann sem skoraði það mark. Káa taka miðjuna, getur ekki verið mikið eftir. Gríðarlega svekkjandi. Upp úr engu. Þetta liggur í fyrsta skipti sem þeir farið fram í miðju síðar áleik. Hrannar með fyrirgjöfina. Boltinn á Grímsa. Grímsi. Hendi! Hotspyrna. Hotspyrna. Það var Friðjón Gunnlaugsson sem skoraði markið á Káa-vellinum fyrir Huginn. Já. En Stefán Ómar sem skoraði núna. Það gerði vel hérna að klára þetta. Þetta var þröngt. Hérna á heimavelli. Hrannar kemur inn í teig. Hrannar er svo eini sem er eftir. Grímsi ekki á fyrsta mann. Almar. Og aftur og leiktíminn hlýtur að vera búinn gríðarlega hann flaut ekki bara af núna þegar hann sparkar í boltann. Þetta er hrikalega svekkjandi með hvernig seinni hefur sérstaklega spilast. Hann heldur áfram. Júræ með boltan. Huginn, Ívar. Slögspyrna. Boltinn út af. Og hann lítur að flauta núna. Tíminn er 5 mínútur á klukkunni. Elvar missir hann. Ívar. Það er engin hreyfing. Davíð skallar þetta áfram. Ívar ætlar að koma með langt innkast, hann verður að dundra þessu strax, það getur ekki mikið eftir. Það er nú eða aldrei. Þetta er ekki ánægð, þetta hlýtur að vera búið núna. Grímsi með boltan, broti á honum. Gult spjald. 6 mínútur konar á klukkuna. Æja, þetta er klálega okkar síðast tækifæri í þessu leik. Grímsi með spyrnuna. Elvar á Skeir sem er í fínu færi. Þetta munaði mjóu. Grímsi
Þetta er allt yfir. Huginsmenn að sigla sigrinum heim. Mjög óvæntum sigri þó við segjum sjálfur frá. Gríðarlega svekkjandi. Það er ekki spurtað í boltanum, það er ekki alltaf að vera sanngjarnt. En því sköpum voru ekki nægilega marktækifæri til að loka þessu leik og fengum klaufalegt mark á okkur hérna. Ívar skallar þetta. Það virðist vera endalaus tími eftir. Já, við komum í 7 mínútur. Nú lítur þetta að vera búið. Já, leikurinn á randi sandinn. 10 mínútur bætti við fyrir áleikinn og 7,5 í hann síðari. Hann virðist vera að fara að flauta þetta. Og hann flautar þetta. Huginsmenn fara með sigur á hólmi. Já, hvað skal segja? Já, það gekk ekki í dag og vægt til orða tekið svekkjandi tap hér á Seyðisfjarðarvelli. Já, sjáum hérna stöðun í deildinni eftir þennan leik. 14. umferðin hálfnuð. Já, leikið á morgun þar sem að liðin fyrir aftan okkur Grindavík og Keflavík spila. En það þýðir ekki að dvelja á lengi við þennan leik. Nei, við verðum nú alla bara að reyna að koma sterkir tilbaka í næsta leik eftir þetta. Já, það þýðir ekki annað. Og næsti leikur er það ekki mitt heimaleikur Á móti Leikni í Fáskrúðsfirði á fimmtudaginn. á Akureyrarvelli. Byrjum á að halda upp á 30 ára afmæli félagsheimilisins. Já. Hvetjum við sjálfsögðu alla til að mæta upp í KM-ili að verða kökur og pilsur. En við þökkum bara fyrir okkur í dag. Já, og óskuðum bara Huginsmönnum til hamingju með sigurinn. Þeirra gameplan bara virkaði vel í dag. Já. En já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Bye. Bless, bless.